okkur, stólarnir, já, jú, við vorum lélegir en stólarnir alltaf bara spiluðu frábæra vörn og svo hef ég ekki séð að spila svona vel sónalega, aldrei séð að spila svona vel sónalega, þannig að þeir voru frábærir. Og nú eins og segir, spilaðu hörku vel. Og tókum þetta aggressíft út, áttu því erfiðleikum með að matcha það? Já, við vorum bara ekki allan nógu vel kannski undirbúinir fyrir það og svo missum við okkar leiðtoga þegar það eru 3 mínútur búnir að leiknum og 4:40 og þeir á hörku rönni og við með nýja leikmann sem áttur að hjálpa okkur en það er erfitt að koma í svona leik og hitti á geggjaðleik og við lélegan og svoleiðis eru bikarúrslitaleikir, það er á þannig að annar liði á stórgóða leik en hitt lélegan og það gerist í dag. Tala nýjan ennenda leikmann. Heldur að það hafi verið mistök fyrir ykkur að skipta fyrir þennan leik? Nei, alls ekki. Við hefum aldrei unnið Tindastól sama hvað, þú veist. Það er ekkert lið á Íslandi að unna í þessum ham. Það var ekki hans sem skipti málið? Nei, þeir Brandur stóð sig ágætlega við erfiðar aðstæður en þeir náttúrulega bara hittu frábærlega og við vorum að henda boltanum mikið frá okkur og þannig að þeir áttu bara fyllilega skilið, þeir spiluðu frábærlega. Hollt fyrir liðið að tapa einu sinni? Já, það gerist bara þannig að þegar liðið er alltaf í úrslitaleikjum þá kemur fyrir að lið tapi og það kom fyrir í dag en jú, það má segja að þetta sé hollt, þetta gefur okkur smá hvatningu fyrir seinni hluta tímabilsins að deildarmeistaratitilinn er eftir og við ætlum að gera harða athuga á honum og Íslandsmeistaratitilinn.